Refurinn eða melrakkinn eða íslenska tófan eða hvað sem menn vilja kalla það ein af 13 tegundum innan refaættarinnar og sá sem að býr nyrst af öllum og eiginlega býr nyrst allra spendýra. Tófan hefur sést norðar til dæmis heldur en hvítabjörn. Þetta harðgert dýr sem aðlagað að lífi á norðurslóðum, eiginlega svona þróað af ísöld. Íslenska tófan hefur eiginlega grætt svolítið á loftslagsbreytingum á undanförnum áratugum vegna betri fæðuskilyrða í kjölfar hlýnandi veðurfars. Það þá helst vegna betra ástands bráðastofna eins og gæsa og vaðfugla. Mögulega síðan að fara að draga tilbaka vegna þess að aðrar fæðugerðir eins og bjargfuglar hafa verið í vandræðum einmitt út af loftslagsbreytingum og á þeim svæðum þar sem að tófan háð bjargfugli virðist eins og það sé ekki alveg eins gott ástand. Þannig að þetta er tvíþætt. Hún virðist í heildina hafa grætt og það hefur stækkað mjög stofninn í kjölfar hlýnandi veðurfars en svo eru blikur á lofti varðandi meiri langtíma áhrif og atburða sem eru að gerast í sjónum. Við getum ekki með vissu sagt nákvæmlega hver sagan sé en okkar tilgáta að minkurinn og minkastofninn hafi sveiflast mjög mikið. Við sjáum það líka út frá veiðitölum. Veiðitölurnar náðu hámarki 2003 en svo árin þar eftir hrundi veiðin gjörsamlega. Það gerðist eitthvað á þessu árabili þannig upp á aldamótum að minkum fækkaði mjög mikið. Þetta á sama tíma og sjófuglum fór að ganga mjög illa í varpi. Og minkurinn, það ýmislegt sem bendir til að hann sé tengdur þessum breytingum að því liti hann haga sér eins og sjófuglarnir. Okkar tilgáta svo að þetta tengist einhverjum breytingum í lífríki sjávar og einhverju flóknu samspili þar og með keðjuverkun komi upp í gegnum fæðukeðjuna til minksins. Það auðvitað mikill breytileiki í íslenskri náttúru og ekki síst í lífríkinu kringum landið. Það ýmis innbyggður breytileiki í kerfið, straumar breytast með bæði reglulegum og óreglulegum hætti og það breytir hitastigi sjávar og seltumagni og þetta hefur svo áhrif gegnum lífkeðjuna og svo bætast loftslagsbreytingarnar ofan á þetta. Þannig að það getur tekið áratugi kannski áður en við skiljum fullkomlega hvað gerðist en það ýmislegt sem bendir til að minkurinn að minnsta kosti hafi orðið fyrir einhverjum neikvæðum áhrifum af umhverfisbreytingum, hvort sem það loftslagsbreytingar eða einhverjar aðrar breytingar. Íslenska hagamúsin, henni hefur gengið mjög vel á undanförnum áratugum eftir því sem hefur hlýnað og gróður eykst. Hún útbreidd allt land og finnst alls staðar þar sem gróður og virðist bara geta bjargað sér mjög vel þar sem eitthvað æti og hún alæta og á enga keppinauta í rauninni, hvorki hreiðurstæðinni fæðu í náttúrunni. Hagamúsin á Íslandi alveg sérstaklega hentug til þess að skoða áhrif loftslagsbreytinga því að hér hún alveg á nyrstu mörkum útbreiðslusvæðisins í Evrópu. Hún hvergi eins norðarlega eins og hér. Kom hingað með landnámsmönnum, það hefur verið staðfest og hefur verið hér í yfir 1100 ár þar af leiðandi. Og hér hann að finna allt Norðurland, hún hefur meira sér fundist á Hornströndum og á Melrakkasléttu. Þannig að þegar tegund á mörkum útbreiðslu sinnar, þá verður hún fyrir meiri áhrifum af umhverfinu. Það auðveldara að mæla slík áhrif. Og mínar rannsóknir bentu til þess að ég var með samanburð á svæðið sem var frekar rýrt og svo svæðið sem var laufskógur blandaður. Og það kom berlega í ljós að á þessu rýra svæði sem var útmörkum þess að tegundin gæmist af, þá var það veðurfarið sem hafði algjör áhrif á afkomu dýranna og ákvarðaði í rauninni hver stofnstærðin var í gegnum lífslíkur yfir veturinn. Á hinu svæðinu, þar sem var skógur, þar var meira meginlands stofnstærðastjórnun sem var þéttleika háð. En á túnum og annesjum, þar sem var erfitt að lifa, þar var það veðurfarið fyrst og fremst og virtist ekki vera eins mikið þéttleika háð stjórnun. Og þetta má færa yfir á stærri skala til að skoða stofnsveiflur og stofnbreytingar hjá hagamús á Íslandi í samanburði við meginlandið
á tímum hlýnunar. Loftslagshlýnun er staðreynd og víða í heiminum hafa menn áhyggjur af því að hafi til dæmis áhrif á hreindýr. Stofnar hreindýra víða á norðurhjara hafa minnkað undanfarin ár og menn eru svona hugsandi yfir því hvort það geti verið vegna loftslagshlýnunar. Við höfum kannski ekki merkt þetta hér nema hvað að það hefur verið minni úrkoma á vetrum, þannig að snjór hefur verið minni og dýrin hafa hagnast að því, það er eins og kýrnar á vorin, þeir hafa þá fleiri staði til þess að bera á. Síðan náttúrulega ef að umhleypingar aukast, þá getur það skaða hreindýrin þannig að þau ná ekki, ef það eru klakkar, ef það er áfreyr á jörð, þá ná þau ekki til að bíta og það getur haft slæm áhrif á þau náttúrulega. Líka er talið að þetta geti haft áhrif á sníkjudýrasjúkdóma, það er að segja það hlýna, þá eru sníkjudýr sem færa sig norðar og kannski ný koma. Hér vantar mörg þau sníkjudýr sem eru í hreindýrum erlendis. Þó er hægt að nefna að 2009 þá fannst skógarmítill á hreinkálfi sem var skotinn á Lónsheiði og skógarmítill er þekktur fyrir það að geta borið alls konar sníkjudýr á milli lífvera. Og skógarmítilli hefur fjölgað hérna og það er kannski svona vísbending það að sníkjudýrum gæti fjölgað hérna sem að getur haft áhrif á hreindýrin, það er að segja samhliða hnattlínum. En þetta gerist ekki á einni nóttu og það er bara mjög þýðingarmikið að fylgjast með þessu.